Já, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna aðra litla sögu sem ber yfirskriftina veldu alltaf kærleikan og góðvildina. Það eru öskur og óhljóð sem berast úr símanum. Óhljóðin koma frá konu sem í mikilli angist og neyð, hávær og stöðug. Örvæntingarfull. Hljóðin berast inn í sál hennar og stinga, en hún hlustar gaumgæfilega, talar síðan rólega, hægt og vingjarnlega, skrifar athugasemdir við nafn og heimilisfang konunnar sem að springa úr örvæntingu og sársauka. Ester Birungi leiðir heimilisofbeldisdeild fyrir Uganda, lítil sjálfseignarstofnun í Vensori fjöllum í Uganda. Starf hennar, lífið sem hún hefur markvisst valið sér, að bjarga eiginkonu frá eiginmönnum sem berja þær. Millinafn hennar ætti að vera von, því að það það sem hún kemur með á hálendið. Nei, hún leiðrétti því fljótt. Ég ekki hér til að bjarga konunum, ég hér til að bjarga fjölskyldunum, með því að hjálpa mönnunum að verða betri eiginmenn. Með hjálp verða þeir góðir eiginmenn sem koma fram við eiginkonu sína með sóma og virðingu. Það henni í blóðborið að bjarga fjölskyldum. Órökrétt val sem hún tók þegar hún horfði á föður sinn næstum murka lífið úr móður sinni. Ester var örvæntingarfullur 17 ára unglingur þá, staðráðinn í að flýja ofbeldi föður síns. Í dag Ester 37 ára eiginkona Ástríks eiginmanns og 4 barna móðir. Hún líka hjarta vonar fyrir 100 misnotaðra kvenna í Uganda. Ég Babvísi, segir hún stolt og tilgreinir fólki sitt. Það þýðir að ég get hlusta vel á flest öll málin sem eiga sér stað hér á svæðinu, hér á hæðinni. Það þýðir að ég þekki ofbeldið og misnotkunnana og ég veit líka svarið. Síminn hennar Ester hringir oft, of oft, segir hún. Hver hringing gefur til kynna hörð áköll hjálp. Hvert svar færir Ester öskrandi rödd eiginkonu sem reynir að fela sig fyrir reiði drukkins eiginmanns síns, eða til nágrannakonu sem kallar á Ester að koma fljótt áður en hann drepur hana. Þetta ekki vondir menn, segir hún. Þetta menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Menn sem þurfa að velja góðvild svo þeir geti orðið góðir eiginmenn. Vensori fjöllin ekki auðveldur staður til að búa á. Fjöllin eru brött, gönguleiðir eru mjóar og vindasamar. Hreint vatn verður að bera kílómetra fjarlægð og húsin eru búin til að megninu til úr mold sem leysist upp og skolast í burt þegar rigningin kemur. Engin á reiðhjól, en áfengi, það mjög ódýrt. Hamingjan ekki á hverju horni, en öskrin eru því meiri og algeng. Þegar kona barinn af eiginmanni sínum hefur hún fáa valkosti, engin þeirra góður. Ef hún hleypur í burtu, verður hún barinn, mun harðar þegar hún kemur aftur. Ef hún fer heim til móður sinna og föður, muni þau skila henni til eiginmannsins sem keypti hana með heimamund. Og barsmíðarnar munu halda áfram. Ef hún velur að hringja í lögregluna getur verið að það sé ekki einu sinni símanúmer sem hún getur hringt í. Yfirvöld hafa lítil úrræði og krefjast 45.000 skildinga gjalds til að standa straum af leigubílafargjaldinu svo þau geti svarað öskrinu hennar. Það á engin svona mikinn pening. Í dag betri kostur. Hringdu í Ester. Það að minnstakosti 1 lítill snúningssími í þorpinu og allir eru með númer Esterar. Hringdu í mig, segir hún, ég kem. Ég skal takast á við mannininn.
Ef hann neitar að hætta að berja þig, mun ég borga fyrir lögregluna að taka hann á brott. Þá skal ég líka borga fangelsisgjaldi svo þú getur fengið frið heima. Í fyrstu trúði henni enginn. Þar til daginn sem hún kom heim til Mörtu og stóð fyrir framan Jónas, eiginmanninn, sem stóð þarna með blóðugan hnefan. Ætlar þú að hætta að berja konuna þína? Hver þú að standa þarna og tala við mig líf mitt og konuna minnar? Hún eign mín og ég mun berja hana ef ég kýs. Þú getur ekki stöðvað mig. Ég að stoppa þig núna, heldur Ester rólega áfram, eða þú verður í fangelsi í kvöld. Jónas blótaði hátt, í raun ekki að trúa, en velti því fyrir sér hvort þessi klikkaða kona gæti haft tengsl við fangelsið. Seinna kvöldið kom lögreglan á bóta mótorhjólaleigubíl og tók hann á brott. Morguninn eftir var Ester í fangelsinu, brosti vingjarnlega og bað að fá að hitta Jónas. Þetta er góður maður samningur sem þú getur skrifað undir, sagði Ester þegar hún rétti Jónasi blaðið. Skrifaðu undir það og þú lofar að vera góður við kona þína. Þú lofar því að berja hann ekki lengur, heldur koma fram við hana vinsemd og virðingu. Skrifaðu undir samningin og ég mun fara með þig heim. Jónas var fyrstur til að skrifa undir góðvildarsamningin og ganga í nýja góðvildarklúbbin. Það var fyrir tæpum 2 árum síðan. Þetta er alveg splunkun í sagavinir. Síðan þá hefur góðvildarklúbburinn vaxið og nær yfir 50 karlmenn og heimilisofbeldi í Fjallaþorpinu hefur minnkað 50%. Enginn hélt að þetta gæti gert, segja leiðtogar Uganda félagasamtakana sem starfa með Ester. En góðvild breytir öllu. Meðlimir góðvildarklúbbsins, 50 eiginmenn sem hafa skrifað undir heitið, hafa hjálpað Ester að takast á við 630 ofbeldisfulla eiginmenn. Þeir heimsækja líka mennina sem hafa verið færðir í fangelsi, færa þeim mat, teppi, vatn, hrein föt og hvað eina sem karlmennirnir þurfa. Þar deila þeir samningnum, bjóða fyrirgefningu, bænir í stuðning til að sigrast á fíkn og annað tækifæri fyrir karlmennina til að snúa aftur heim og læra að verða betri eiginmenn. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Heima, aftur upp á fjallinu, veita 50 konur í sálufélagi í klúbbnum mat, vatn og tilfinningarlega hvatningu fyrir misnotaðar eiginkonur. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Ester og aðri leiðtogar Uganda bjóða miklu meira en íhlutun þeir sjá til þess að hvert þorp hafi aðgang að hreinu vatni í nágrenninu. Þeir veita skyndihjálp og heilsufræðslu og hafa jafnvel staðið undir lækniskostnaði við 60 nauðsynlega skurðaðgerðir. Innantómt líf leiðir oft til áfengis og ofbeldis, segir leiðtogi Uganda, svo við erum að bjóða upp á fjármögnunar möguleika og hjálpa fjölskyldum og samfélögum að þróa lítil fyrirtæki sem gefa körlum og konum nýja tilfinningu fyrir persónlegu virði. Með því að vita að hún að skora á fólk til að gera mikla breytingar, stýrir Ester einnig 3 daga námskeið kærleika og ábyrgð á unglingum. Þeim var svo vel tekið að hún fór að bjóða fullorðnum að mæta. Frá upphafi hefur þetta gengið vel, skrifa blaðamaðurinn Bruce Benway. Á 3 vikum mættu hvorki meira né minna en 12.000 manns. Konurnar sem höfðu orðið fyrir barðinu á mönnum sínum sitja þar við hlið þeirra. Allir að bíða eftir að heyra hvað Ester hefur að segja kærleika og virðingu, góðvild og kurteisi, allt það sem hún talar í heimsóknum sínum.
Breytingar byrja hjá okkur öllum, segir Ester. Ef við viljum breyta frá ofbeldi og misnotkun í frelsi, þurfum við öll að taka afstöðu í dag. Húsin eru enn leðja, en hamingjan hún er að raungerast í þessu þorpi. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild fram yfir allt annað. Mér finnst þetta svo stórkostleg saga vegna þess að það er svo misjafnt sem við erum að glíma við í lífinu, en svona veraldlega séð, þau hafa hvorki, sjáðu húsakostina, þetta eru bara moldarkofar. En áfengið er þannig til staðar og áfengið er allstar til staðar í heiminum og alls konar fíkniefni, og við sjáum bara hvað er að gerast hér á okkar litla Íslandi, ofbeldi sem á sér stað og meðal unglinga, hnífanotkun og annað. Og bara maður hugsar út frá því hvernig Guð, það er búið að taka Guð út úr skólanum, út úr öllu skólakerfi, út úr leikskólanum, það má hvergi orði tala um Guð. En hvað segir í orðinu? Það segir að Guð er kærleikur. Og þegar við tökum kærleikan út, hvað stendur þá eftir? Það er rauninni bara hörmung. Þannig að Guð gefa okkur bara visku til að halda áfram að velja kærleikan og góðvildina. Og ég tala til fólksins sem hlustar á þetta úti, sem er ekki endilega hér inni, sem hlustar þarna úti, að Guð er kærleikur. Hleypiði Guði að. Hann kemur með kærleikan og góðvildina. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.